Það komið að sjónaukanum sem að þessu sinni í umsjón Kristínar Helgu Gunnarsdóttur. Gott kvöld og velkomin að sjónaukanum. Að þessu sinni ætlum við að kanna gullbirgðir Íslendinga. Þjóðin á nefnilega gullforða í grafhvelfingu undir Seðlabankanum og við fengum leyfi yfirvalda til að mynda þessa fjársjóði og fræðast nánar ríkidæmið. Þá ætlum við að ferðast út fyrir landsteinana í fylgd Sigmundar Ernis en hann brá sér til Færeyja á dögunum og kannaði elsta hluta Þórshafnar en Færeyingar fullyrða að þeir eigi elsta þingstað í heimi. Fæstir Íslendingar vilja þó kannast við það. Við byrjum þó hér í Seðlabankanum og ferðinni heitið inn í grafhvelfingu þjóðarinnar í leit að fjársjóðum. Óviðkomandi stranglega bannaður aðgangur að þessari deild bankans og þeir sem eiga erindi þarna inn eiga kort sem þeir renna í gegnum geisla við margar hurðir áður en komið inn í helgidóm þjóðarinnar þar sem fjársjóður okkar eru geymdir. Það þarf 2 menn til þess að opna grafhvelfinguna í Seðlabankanum. Stefán Stefánsson, aðalfjárhirði bankans og Jón Friðsteinsson, trúnaðarmaður bankastjórnar í aðalfjárhirslum, eru þeir einu sem hafa lyklavöldin í þessari rammgerðu hvelfingu. 2 veggir umlíkja fjárhirslur Seðlabankans, 1 útveggur og svo innveggur og á milli þeirra tómarúm þannig að hægt að ganga hringinn í kringum hvelfinguna á milli veggja sem samanlagt eru nær 1 metra þykkir. Í rýminu á milli veggjanna þó öflugur geislabúnaður þannig að ekki ætlast til þess að menn séu þar á ferli að óþörfu. Hurðin 6 tonn, umgjörð hennar 1 tonn og sérstakur öryggisráðgjafi var fenginn frá Bretlandseyjum til þess að stilla allar hurðir í fjárhirslum Seðlabankans. Hversu rammgerð nú þessi hvelfing sem að hérna á bakvið? Hún ákaflega rammgerð og þetta nú eiginlega eina kannski geymslan sem að við Íslendingar eigum sem sérstaklega byggð samkvæmt alþjóðlegum stöðlum. Hún mjög rammgerð og þar að auki hér varsla allan sólarhringinn og þetta á að vera mjög öruggt allt saman að því við teljum. En það þarf að vera það. En hvað það sem við geymum í þessum traustu hirslum? Jú, þarna eru 15 milljarðar króna í seðlum, mynt og síðast en ekki síst gulli. Ef við gefum okkur að meðalverð á bíl sé 1 milljón væri hægt að fá fyrir þennan fjársjóð 1500 þokkalega bíla. Gulleign Íslendinga 1 milljarður. Gullforði okkar í skandinavískri og bandarískri mynt sem frá því síðustu aldamót. 1 bandarískur gullpenningur 15 til 20.000 króna virði og 1 danskur 6.000 króna virði. Það var nú fyrst gefnir úr seðlar hér á Íslandi 1886, svo kallaði landssjóðsseðlar. Landsbanki var stofnaður á því ári. En 1904 þá var Íslandsbanki settur á fót og hann fekk rétt til þess að gefa út seðla. Það seðla útgáfu rétt. Þessir seðlar voru tryggðir með gulli þannig að maður gat farið niður í banka með seðil og fengið hann borgaðan í gulli. Þess vegna þurfti bankinn að eiga gullforða til standa bak við seðla útgáfuna. Og þá voru keyptir svona á árabilinu frá því aldamótin og fram á fyrri stríðsárin 1914-15. Man keypt talsvert magn af Norðurlanda gullkrónum, mest dönskum gullkrónum. Í tímans rás þá verið keypt svolítið á gulli erlendis. Það geymt í Bank of England, Englandsbanka og ávaxtað með sérstökum samningum við okkar viðskiptasamband erlendis. Það nú ekki alveg eins mikið eins og það sem hérna en svona upp undir það. Það yfirleitt í gullstöngum. Urðum að eiga gull
þegar að peningar voru tryggðir með gulli. Síðan þessi forði til og verið bætt aðeins við hann og við teljum það góða ávöxtun að eiga gulli. Þetta gull sem við eigum hér heima sem nú heldur meira, það er sko slegin mynt. Gulli heldur sínu gildi og slegna myntin verður verðmætari eftir því sem tíma líða, þannig að þetta í raun og veru ágætt ávöxtun. Þetta er varaforði þjóðarinnar og ekki gert ráð fyrir að tekið sé af gullbirðunum nema í neyð. Aðeins einu sinni hefur slíkt neyðartilfelli komið upp og það var á árum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þá þótti við hæfi að taka af birðunum fyrir íslenska tannlækna sem gátu ekki lengur keypt gull erlendis frá til tannviðgerða. Var það mikið? Nei, það var óskup lítið. Ég hef nú ekki skráið það var mikið, það var óskup lítið. En þá var erfitt að fá gull og erfitt að flytja það. Er þetta lítið eða mikið miðað við hvað aðra vestræna þjóðir eiga af gulli? Ég hef nú ekki upplýsingar það og við erum náttúrulega lítill banki miðað við þessar stóru þjóðir. Ég þori ekki að segja það. Ég hugsa að það sé kannski ekkert ósvipað því sem hjá öðrum. Sums staðar eru náttúrulega gríðarlega gullbirgðir. Mér er það til dæmis minnislega þegar að Þjóðverjar gerðu innrás í Noreg á sínum tíma. Þá forðuðu Normenn gullbirgðunum með sérstökum hætti frá Noregi við með mjög miklu snarræði og á ævintýralegan hátt. Þetta var flutt í bátum, járnbrautum og svo loks í herskipum til Englands. Það voru gríðarmiklar birgðir. Þessir gullpenningar þjóðarinnar eru 21,6 karöt eða 90% gull. Þeir eru því mjúkir og eyðast auðveldlega ef þeir eru mikið handfjallaðir. Í eina tíð var gullmyntin nýtt í daglegum viðskiptum. Kaupmenn settust þá gjarnan niður með gullmyntina sem kom í kassan yfir daginn og litla þjöl og söguðu af rönd myntarinnar. Þannig gátu þeir með mátulegri þolinmæði safna saman dálitlum gullsalla. Til þess að rjúfa innsigli á einum gullpoka í grafhvelfingu Seðlabankans verða 4 embættismenn að vera viðstaddir, aðalféhirðir, trúnaðarmaður bankastjórnar, deildarstjóri, endurskoðendadeildar og bankastjóri. Aðrir sjóðir þjóðarinnar í grafhvelfingunum við Arnarhól eru seðlar og mynt sem Seðlabankinn pantaði síðast frá Bretlandi árið 1986. Tekið af þeim birðum jafnóðum og þvældir og ónýtir seðlar koma inn. Þarna fer einnig fram seðlagreining í sérstökum öryggissal en þangað berast snjáðir seðlar frá bönkum og sparisjóðum allt land. Ónýtir seðlar eru gataðir og klippt í þá, þeir eru síðan settir í bunt og brenndir í þar til gerðum seðlabrennsluofni. Á síðasta ári voru nær 3 milljarðar króna brenndir í þessum ofni Seðlabankans. Gamli ofnin sem var í notkun fram til ársins 1987 er nú á stalli fyrir framan grafhvelfinguna. Hann hefur brennt marga milljarða í gegnum tíðina en er þó fjarri því að vera jafn afkastamikill og sá nýi. Mynttalning fer einnig fram í þessari rammgerðu fjárhirslu bankans. En myntin kemur í fötum frá Englandi og er svo talin ofan í hylki í sérstökum vélum áður en hún fer í umferð út í þjóðfélaginu. Þjóðin á þó ekki bara gull og seðla í traustum geymslum Seðlabankans því gjaldeyrisvarasjóður Íslendinga er 20 milljarðar króna. Sá sjóður er geymdur í traustum bönkum víða heim og í auðseljanlegum og tryggum verðbréfum og mikill hluti er í bandarískum ríkisskuldabréfum. Gullforði þjóðarinnar verður þó ekki hreyfður nema í neyð, komandi kynslóðir erfa þennan fjársjóð og mikið þarf til þess að ríkið verði hrist af pókunum og myntinni skipt fyrir nauðsynjavörur. En það má segja það að þetta sé á vissan hátt svona varasjóður sem að væri gott að geta gripið til ef einhver neyð ber að. Hvað þyrfti nú að koma til þess að tækjum á gullinu? Já, ég skal ekki segja, við höfum ekki þurft að hinga til. Þetta er nú orðin hvað? Þetta er orðin bráður 90 ár frá því við keyptum fyrsta gullið og við höfum aldrei þurft að grípa til þess. Ég vona að við þurfum aldrei að grípa til þess en eigum samt örlítinn forða eins og yfirleitt allar þjóðir eiga.